Þetta Karlakofinn, nóvember og við erum ekki enn í jólaskapi. Nema ég. Úlfur, þegiðu. Hann á afmæli í dag, hann á afmæli í dag, hann á afmælan Karlakofinn, hann á afmæli í dag. Herru, núna þið rosa í dag, sko í dag, eða 2 daga, þá verður Karlakofinn hálfsárs gamall. Þetta hálfsárs afmælis. Þá þarf hann fyrstu tönnina sína. Þá þarf Karlakofinn fyrstu tönnina sína. Þá bætum við tönnu á merkið. Getum við ekki gelda Karlakofan? Já, góð hugmynd. Við verðum að gelda hann ef fær ekki að ríða hérna beint í bílinn. Af hverju erum við ekki einmitt núna að borða Já, það má ekki borða mat. Borða kókó í kostunni. Þetta kókó. Það rosalega leiðilegt hljóð í þessum helvitis mikrofónum. Já, nákvæmlega. Þú eru ekki bara að kaupa ykkur að góða græði, ha? Jú, nákvæmlega. Í svona helvitis kompu endalaust, Þú erum bara að safna penning. Herri, en þetta Karlakofinn, þáttu númer hvað? Ég er bara hættur að Þáttu númer 18. Í þætti 20 verður við það ekki í beinni. Og nýju skjáþátturinn kemur í dag. Þetta kemur alltaf sunnudeg. Já. Það kom í gær. Hann kom í gær. Já, hann kom í gær. Við erum að tanga klukkan 11 á laugardegi. Þáttur voru aðeins styttri en venjulega því mér. Út af því að þetta er nú kompan, sko. Já, það er bara rétt hjá okkur. Það er bara þáttur 18. Það er rosalegt. Herri, já, ég var svona að posta hvort að fólk vildi hafa Karlakofinn rólari eða stærri. Ha? Þú spyrir þetta mér samt. Ekki áhorfendur. Jú. Nei. Var þetta ekki? Hvenær var það? Skiptir ekki máli. Instagram story. Nei. Það var þess að skoðanakönnun. Nei, ég var bara að skoða þetta gömul story í daginn, ég sá þetta ekki. Ég held að svona verða þess að sumt fólk, það er bara einhvern veginn þannig að það byrjar ekki á fyrsta þættinum í podcastinu. Nei. Og það bara byrjar til dæmis á þessu þætti, þannig að ég held að við erum að segja gott fólk, engar áhyggjur, við erum ekki karlrembur ef að þið eru ný hér. Þið ætti bara að þekkja okkur. Já, þú getur lofa því, en ég er ekki viss með það. Já. Magnús, eitt sem ég var að deila með, sem ég held að áheyrendur verða ekki glað með. Í síðasta Ég ætla bara að hlæja fyrir Magga. Já, en Magnús, í síðasta þú varst ekki með Karlavaka vegna þess að þú sagðir að þú voru fyrir að redda búning. Þú varst ekki að kaupa búning. Nei, það var auðvitað því ég fór í búðina en þá var búningurinn ekki til. En já, þumir þetta hafa verið góð þáttu síðast. Já. Ég er ekki að hlusta síðast þáttu. Guffi að hnerra og hlæja saman tíma mjög góð hlutur. Mattías, hann elskar að minna fólk á COVID. Það er enginn bara að hlusta Karlavaka. Þetta er bara hvað það er á YouTube eða? Já, ég fyrst YouTube. Já, það er ekki tekið með. Þannig að enginn hefur hlustað á Karlakofinn á hlaðarsveitin því mér. Já, það er sleitt. Nei. Ný Karlavaka sem kom fyrir viku, það var enginn hlustað. Já. Það er mjög fint. Það verður hætt að fykta, þú ert ekki verið eitthvað þetta. Já, ég er bara að laga þetta. Matti, þú þarft nú ekki alveg ekki svona mikið. Þið eru báðir mjög miklir íkjendur. Já, þú íkir með orðum og þú íkir með hreyfingun. Sko, ég var einmitt að tala með mömmu í dag hversu, hún var eitthvað að segja hérna, já Matti, þegar þú bentir á það er mjög margir snemma í jólaskap í dag. Og ég var eitthvað að já, þetta byrjaði nefnilega í október, en það byrjaði í nóvember, leiður ekki okkur búið, það byrjaði, já, en í gær, þá var ég hlusta F9 fyrir 7 og eina sem var að spila á jólalög. Og það er ekki íking. Ég heyrði ekki neitt annan jólalög.
Ég þekki sem að tala og það eitthvað skrítið með þetta Það kannski þú varst ekki að hlusta á góðustu. Heyrðu, en þarna í þessari viku Maggi, ef ég var ekki að hlusta á góðustu þá var ég að hlusta á K100 og þetta var FM 957 En sko á sama tíma Við skulum ekki dæma neitt í hérna sko Ég hatt sikkert en sko, og svo var ég eitthvað að tala við hana mömmu mína og hún var eitthvað, já, síðan þú nefndir það, þá fatt ég og ég var eitthvað, já, einmitt líka þetta er ekki þannig leið og nýjárið er komið það er ekki bara, kaupa páskar, kaupa núna Já, kannski búðunum, þau verður náttúrulega sett á sölu páskaeggin þá. Nei, það er sett í apríl En sko, frá því byrjuðum karlakóan Finnst ykkur ekki stutt síðan við tókum með fyrsta þáttin? Finnst ykkur svo stutt síðan við tókum fyrsta þáttin? Nei, ég man bara ekki eftir því, Sko, ok, okkur meir hlutur fyrir þetta alltaf að vera stutt, já Ég er stanslust Þannig að ég myndi ykkur að upplóða þetta tímabil 19 sinnum í viðbót Armundur, þetta er jafn Mér finnst líka þess að það hafi verið fyrir löngu, sko En ég myndi að upplóða þetta tímabil þá við byrjum að núna 19 sinnum í viðbót, þá erum við að vera 10 ár Það er rosalegt, það ekki? Já, ég held að það sé ekki fyrir að gerast Nei, þetta mun hætta eitthvað tíma en taka frí eða eitthvað, ég veit það ekki Við munum gera En sko, Þú er bara að hætta En þessa myndir, þá er líka FM 9 blöð 10 ára FM 9 blöð 10 ára í þessari viku 10 ára fyrsta hættunum Og við erum líka hálsár Þannig það er mikil afmælisvika Búin að gera Hlaðvarpsheimur Já, einmitt En hver er jólaskapi hérna í kompunni? Ef við hættum að tala jólin kannski Nei Nei, við skulum ekki Sko, ég held að fólk sé vegna það Fólk, ég held að fólk Maggi eru jólastrákar Sko, ég held að fólk sé að fara að hlusta hérna á þetta hlaðvarp Vitið af hverju? Þau eru að hlusta á útvarpið þegar ég nenni ekki svo djöfsins jólakjaftaði Og þá segðu, ég ætla að hlusta karlakóan Ég vona að þeir séu ekki svona vangjafnir að tala jólin Heyrðu Nei, ekki segja svona Ekki segja svona Tölum um eitthvað annað Já, til eitthvað annað Já, í alveg Við erum fara að gera heilan Við höfum bara jólahólm við Úlfur í þættinum Nei Það er helgast november Strákar Við erum fara að gera þátt í næstu viku Við erum fara að gera, þú veist, alveg hvað er það Við erum fara að gera 7 þætti viðbátt þannig til að koma jól Af hverju er núna að tala um jól? Af hverju tala ekki um jólinn í 10 þættinum fyrir? Horfði á mig Alvindar Við erum fara að gera þátt annan jól Horfði á mig Alvindar Þú veist, hvað? Opnuðu heilan og settir eitthvað þvottefni ofan í hana Já Hvað er málið með þetta? En já, svo ekki þakka, séð Ég var að segja Svo ég legg okkur í einu Armundur, varðandi hérna kosningun og hvort fólk vildi rólegan eða hérna æstan þátt, hvað var niðurstöðun? Það er ekki komið niðurstöðan Viltu tjekka núna? Það búið svona hálftími Þetta náðist ekki að pósta Viljið þið hafa rólegan þátt? Viljið þið hafa rólegan þátt? Já Ég held að við ættum þá að hafa smá svona anda 4 sinnum inn og út Nei, við gerum þetta allir á sama tíma Hættu Hvað með við gerum bara svona miðjuna Hvorki rólegt nýja æst Sávar Ég notar þetta einhverjir í símanum líka Þú verður að gera það, Maggi, ég var að segja, ég var bara skilaboð Þú ættir að vera ekki hvað þú verður að segja Nei, það var ekki alveg saman Kannski var þetta eitthvað mikilvægt Kannski var þetta eitthvað mikilvægt fyrir Maggi Klippa þetta út Nei, af hverju þurfum að klippa allt úr? Við varum að klippa út þýðilega Ég hef þetta Úlfur, við erum mannlegir, við gerum mistök Ég segi að ef þið vilja hafa jólstátt þá tökum við hann upp á Þorláksmessu Við erum ekki lengur Það er að loka þá, sko Við tökum við 22. Nei, þá er ég að halda fjölskylduafmæli mitt Maggi, þú veist, við getum líka Maggi, klukkan hvað? Ég veit ekki Hvað er ekki kvöld eða eitthvað? Venjulega heldur maður alltaf upp á afmælið sitt klukkan 4 4, já, við getum tekið upp í hátinu En ég er alltaf undirbúið Við erum ekki að fara að plana næsta 1,5 mánuð Nei Og hættum bara að tala jól Það er haust, það er nóvember Bara fyrsti þátturinn í nóvember Þá er bara, oh my god En strákar, byrjum á því að anda djúft 4 sinnum Til þess að hafa rólegan þátt Við verðum alltaf spenntir þegar við komum inn í kompuna Ok Þetta er ógeðslega leiðilegt að hlusta Ég væri núna hættur að hlusta Já, rétt En ég, já Þú hefur ekki möguleika á því, Armundur Ég er farin Úlfur er farin Ég er bara líka, ef við líka tala um jólin þá er ég bara að fara Nei,
Við erum ekkert að tala Úlfur Magnússon, hann hættur í þessum þætti bara takk fyrir þáttin Úlfur. Við erum farin í lyftu Við hinum höldum áfram Úlfur, við erum að fara að læsa því hérna úti, þú fyrir ekki. Ok, Úlfur, við erum að fara að læsa. Jú, Úlfur fara að koma aftur, sjálfsögðu. Nei. Hvað er dónaska? Hvað er málið með þau að lyftutúr? Veistu, ég er farin með Úlfur í lyftutúr. Góður minn, góður. Veistu, þið eruð eitthvað skrýtnir. Þú er svo leið Sko, þeir eru börn. Þau eru börn með hár og slef. Ég bara get ekki beðið fyrir en eftir svona 10 ári. Ég er að fara að leyfa þeim að hlusta en þá svona muni eitthvað þið voru mikið börn þegar þið voru 12 ára. Þeir eru hálfvitar. Þetta er ekki hægt. Þeir séu svona leiðilegur. Hvað er í gangi hérna? Ok, við skulum alltaf tala um eitthvað uppbyggilegt. Þannig að það er svona En já, Spaugstofan bara, við getum núna tala um það. Já, Spaugstofan sko. Þannig hún er svona Þetta er bara okkar spunnukast. Já, svo Spaugstofan, hún er svona einhvern veginn. Hún er svona Já, það segja það, þeir eru eitthvað svo graðir. Já, þeir eru allir svona ég get ímyndað mann, þeir séu allir svona frekar graðir sko. Þeir geru svo allir þegar þeir eru 50, þeir geru skett sem klám. Ég held að ekkert allir 50 grínópar myndi gera það. Þeir gera það, þannig að þeir eru svona bara voru alltaf með smá svona dónabrandara eins og að ég man eftir svona einum brandara ekkert svona, þetta er ekkert sérstaklega að fyndi en svona dæmi, þetta er svona það var svona maður svona og kona á svona bar og Pálmi leik manninn og Randvi leik konuna og Randur var svona nýtt úr þá sagði Pálmi svona nú ertu að fá þér nýtt úr, já ég get séð svona alls konar persónulegar upplýsingar mannin við hliðina mér. Þau getum séð núna að þú sést ekki í neinum nærbuxum. Nú, hvað meinar Ég er vist í nærbuxum. Ég er með úrið stilt klukkutíma of fyrr. Þannig að eftir klukkutíma þá er Pálmi bara nakinn, sko. Það er rosalegt. Við verðum ykkur við. Já. En samt ofur Úlfur, þetta var svo barnalegt. Ég er að fara að spila þetta augnablik fyrir ykkur þegar þau verið 18 ára og eyðileggja orðspori. Ég er að grínast. Hvað byrjun á þætti er þetta? Þetta er mjög áhugaverð byrjun. Já, Það er náttúrulega stundum á fólk erfitt með að koma sér saman hluti. Bara ekki tala um jólin. Ok, já. Við vorum aldrei að tala um jólinni með Þið voru að tala um jólin, rétt Jú, við vorum aðeins að tala um þau. Áðan Fyrst að þið elskir svona mikið jólin. Já. Ertu núna að koma aftur með jólamál? Já. Alveg dör Nei, býtu, þetta er það mikið. Fyrst að þið elskir svona mikið jólin og ég á svona afmæli rétt á páskan. Ef ekki fullum páskana svona. Já. Hvað finnst ykkur um páskan? Aha Já. Sko, mér finnst páskarnir Mér finnst sko páskarnir vera aðeins svo mikið svona mér finnst þér ekki fá nógu mikið hæp, skilur. Hvað með Valentínusdag? Enginn tala um Valentínusdag. Öllum er drullið sem Valentínusdaginn. Þetta er Valentínusdag. Nei, Valentínusdagur er til þess að bang út og Já, en náttúrulega Valentínusdag, hann er náttúrulega ekkert mikið fyrir, hann er ekki mikið hefð fyrir um Íslandi. Nei. Það er alltaf mjög það var eitthvað hneyksli sem var síðasta Valentínusdag út af því að það hefur verið á öllum pítsastöðum að kaupa svona hjartapítsu. Það var ekki eftir síðast. Það var bara hneyksli sem er alltaf á tjófa.is. En auðvitað var þetta tjófa. Auðvitað var þetta tjófa. Já, hver annar myndi gera þetta frétt? Tjófa. Mannlíf kannski. Kjarnin. Kjarnin er góð fyrir mig. Kjarnin er frábær. Úlfur leiðist þér. Úlfur hljómar svo hvalur þegar hann byrjar að leiðast. Ok, smá hvalalhljóði í boði karlakofans. Almundur. Já. Lilla lofaði og myndi ekki leggja mig í einelti. Nei. Og dæma mig. Nei, hættu. Það dæma mig ef að öllum skrýtna hlutur sem ég gerir. Ég grínist í Almundur. Fólk fariði í Emblu appið og spurði hver er Úlfur Marinusson og þá kemur eitt sérstakt sko. Íslensk fyrri og líka Ekki spyrja um það. Jú. Nei, ég gera það. Skammast við fyrir Úlfur fréttamar. Embla er svolítið að svíkja mig því ég hef komið frá mig frétt og stóð Arnmundur Sigurðsson á 100 ára gamla lópapísur. Þannig að það hefði þetta verið þannig. Hver er Arnmundur Sigurðsson? Bara ekki verið í prenti, Arnmundur. Já. Hvað varst að búa sig? Hver er Arnmundur Sigurðsson?
Það krakki sem á 100 ára gamla peysu. Já, ég Sem hann í mitt núna? Nei. Hæ? Nei. Er þetta ekki peysan? Nei, þetta er peysa sem ég kufti í, þú veist, H&M árið 2017. Ég held að vera grínast. Oh my god. Selja þau svona peysu í H&M? Þið munið svona eftir peysinu, ok? Ég bara verð að segja ykkur, það smá sögutími. Og Arnmundur alltaf svona rúllukrabbi. Nei, býr, áður en þú segir það. Smá kvalarhljóð. Áður en þú segir söguna, ok. Kvalarhljóð. Slappa á ykkur. Kvalarhljóð. Já, þetta var alveg yndislegt. Ég veist ekki nógu vel. Nei. En þarna, Úlfur, þarna, ég er með smá sögum. Sko, þetta tengist peysunni, 100 peysunni og þetta tengist 100 peysunni og fellakvörunni. Frábársaga. Er ekki svandir? Sko, þessi 100 ára peysa, hún er 100 ára. Fekk hana 1918 sem langa með mín átti prjónaði og þetta er bara hvít peysa sem ég á. Það var einn stúl í breiðunni. Og ég hef einu sinni farið í fellakvörið, einu sinni farið í bólgafellakvörinu og ég fór í þessari peysu þá. Það er vegna þess að það er en frænka mín ekkert mjög skild sem býr í fellakvörinu og hún mikið svona prjónadót og ég fór þangað með ömmu minni til þess að rannsaka svona garnið og sjá hvað efni þetta var. Þannig að þessi 100 ára peysa, Hún hefur farið í fellakvörið? já, það sem er mjög merkilegt. Það var ekkert merkilegt að ég myndi að fara í þessari peysu fellakvörið, en 100 ára gömul peysu fellakvörinu, mér fannst það eitthvað rosa merkilegt. Ef maður spáir í þetta, þá er þetta örugglega elsta Já. peysa sem við farið í fellakvörfið. Örugglega. Eflaust bara. Náttúrulega MBL gerir heila frétt þetta, sko. Já, þessi þau eru náttúrulega bara allt þarf að vera. Já, við náttúrulega styðum ekki MBL. Davíð Oddsson hálfviti. Davíð Oddsson er bara Munið þið það, krakkar? Munið það að Davíð Oddsson er fóbjóni. Ekki Ekki Davíð Oddsson að fara að stofna þennan eigin stjórnmálaflokk eða eitthvað. Hvað? Já, Nei, akkur ég segi svona, hann er ekki að fara að gera Ég fekk svo Hann er nú búinn að yfirgefa sjálfstæðisflokkin. Hann er með flokkin. Stáðar, Að ég haldi, ég veit stáðar. Á ég að segja ykkur draum sem ég fekk í gærkvöldi. Já, segðu. Þetta blöytast Verna þess að draumandi mínir eru mest steiktustu vímuefni sem hafa verið framleiti, sko. Og Úlfur, þarna, það er ekki satt, það er örugglega einhver annar sem hefur það. Úlfur, hefur heyrt í dreyminu hjá öðru fólki? Ég sé heyrt hvað. Við skulum alltaf að heyra bara til Róman Sóls. ok, þannig að, sko, það voru við 4 og svo kannski Ívar, Bjarni, Snorri, allir hinni vinir útskýra hvernig það er. Sko, Já. Ívar er gaur sem býr í Noregi. Já, Já, Hann segir alltaf Babba Boy út af einhver ástæðu. hann er reyndan hættur því. Ok, sem betur fyrr. Og það er svona, hann er norskur, Hann er hálfnorskur. og hann elskar dúo og hann er vinur Úls og hann er mjög graður. Aha, Og síðan er Það hvað? er flottur. og mjög myndaleg, hann á mjög myndalegan pappa. Já. Svo er það Bjarni. Og hann er líka mjög myndalegu, Ívar. Síðan er hann Bjarni. Bjarni er hálf filipískur, hálf íslenskur vinur minn og er líka elsti vinur minn af þeim sem ég hef haft. Já. Og Er ég þarna, ekki næstast vinnurinn? nei, ég er að tala svona af þeim sem ég hef haft sem vin. Já. Já, og þarna, Erlindar, ef ég myndi kissa einn í fylgta liði, þá myndi ég kissa Ívar, öskið. og Já. svo er það Snorri. Ég ætla ekki að ræða neitt hvernig við kynntum, svona þess að það er mjög leiðilegu mórakl í Sko, því, mér þannig að ég langar ætla, mjög mikið að segja þessu Garðakonum. en ég vil það ekki. Hann er að við skulum Hefur ekki það gera. heyrt söguna hvernig það kynntur? Við erum ekki að fara að tala um það hérna. Ok, en þarna útskjöru En Snorra. allavega, Snorri er bara vinur minn. Hann er fín. Ok. Þetta er Hann eiginlega elskar- sama. hann elskar tölvuleiki. Hann er 1/4 norskur held ég. Hann elskar Já, allir tölvuleiki. vinir hans Hann er Úlfs hann var eru einu sinni- einhverju leyti erlendir. Ok, sko, Snorri, hann elskar tölvuleiki, hann var einu sem með blátt hár og hann er með gleru, er það ekki svona? Já. svolítið Jú, mikið? það er basically það. Þið hafið örugglega síðan einhvern tímann Já, þessi TV, hann Já. lék hérna kærastu, hann svo- var að svo er það einu sinni. Hann var Bjössi. skjónum hætti. Bjössi er Lítið bróður Magna er kannski. Bjössi er svona yngsti er svona yngsti vinur minn. Hann er svona nýjasti vinur minn. Hann Já, Bjössi. líka minn. Kynntu svo bara eitthvað í sjötta bekk, ekki? Já. Hann er alltaf með hatt, hann er Já. með gleru. Hann er alltaf með hatt, hann er rosalega, hann hefur sérstakann fashion stíl, sko. Hann talar alltaf ensku og hann elskar mím. Já. Hann heldur mikið bara hann. Ég lýsi ekki það. Íslensku. Like. Ha 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 ha.
Hvað, má Íslensku? hann ekki tala ensku eða? Nei, ég er bara að útskýra. Það er bara karakterinn. Og hann er líka óvenjulega lítill á sínum aldri. Já, hann er svolítið lág. En þess vegna köllum við hann litla B stundum. Já. Lil B. Og hann elskar Maggi, þetta er sjálfnafn. Íslensku? Sjálfur. Sorry, ég þarf ekki að vita allan ákvæmur Jók. Vá, ég tók bara með heyrnartólin. Ég held að allir á hæðina þetta. Var þetta hátt? Já. Shit, ég tók ekki eftir þetta heyrnartól. Magnús, hættu bara að öskra, ok? Já, Matti, þú þarft ekki alltaf að ég má alveg nota þetta svona. Hann var að grínast bara. Getur ekki verið svo einu En já, þetta er draumur. Við Já. svolítið búin að lýsa þessu vinið. En bara eitt enn með Bjössa, hann elskar að láta svona sinn avatar vera svona með gasgrímu. Já, hann á gasgrímu. Já, Það er svona icon. Það er ekki grín, Arnmundur. Það er basically svona icon. fashion sense eða? Það er svona eitthvað, það er ekkert, þetta er svona eitthvað grín, sko. Nei, þetta er ekki grín. Hva? Hann á gasgrímu. Já, Hann ég hefur veit alltaf það, haft en- þessa gasgrímu Já. og nota það sem icon hjá hann. Þetta er svona grín, þessi gasgrín, það ekki? Nei. Og vaknaði bara í daginn, svo ég ætla að byrja að ganga með gasgrín Nei. allan daginn, þetta er yngri Nei, ástæð. ég held að hann hefur bara átt þessa gasgrímu allt sitt líf. Ég held að ég verið að spyrja Ég betur held út að í það hefði þessa verið gasgrímu. gjöfin sem að amman skaf hana þegar hann fættist. Af hverju ætti hún að gefa honum gasgrímu? Draumur, ok, já, og við erum eftir eitthvað 20 Já. myndir. Það þurfum ekki allir að vita hver Ívar er og... Nei. Þannig að já, það var Arnmundur sem byrjaði með þetta að útskýra vinn. Já, Aklána, við vorum að hlaupa eitthvað, ég man ekkert hvað þetta var en við vorum eitthvað að hlaupa, veðrið var alltaf eitthvað rauðbleikt og eitthvað svona. Já, ég fengi svo leist Þetta var umhverfið var eitthvað ógeðslega skrítið. Já. Og við rákumst á þennan ljótasta kött í heimi. Hafið þið séð þetta vídeo þar sem það er þessi gæja lapp út í garð og segir svona What the fuck is that, a fucking cat? Og eitthvað svona blink motherfucker og hann svona það er þessi köttur sem er svona í framann, þið sjáu þetta ekki kæri hlustendur, hann er svona eitthvað. Já, við sjáum það. Með stór augu Og hann er eins og tennur. einhver dúkka sko. Tennurnar úti. Já, það er myndband. já, bara ég verð alltaf svo hræddur þegar ég sé hann kött í myndbandinu sko. Já. Og þannig að hann var í draumnum mínum. Ok. Ég fengi einu sinni draum þar sem hann át mig. Hljóma eins og martröð, Nálur. Ok. Já, ok, martröð fyrir ekki, ég gleymi alltaf þessi orð. En þannig að þessi köttur maður, holy shit. Og ég dreymdi að það væri bara svona margir svona í hverfinu. Ég ætla bara að ímynda mér að ég var í Flókagötunni. Þannig að það er alltaf svo mikið að köttum þar eða svona, þið veitir. Og þannig að, af hverju þetta svona Nei, ég er á þessu. Ok, sko, má ég segja einn? Nei, og við förum í þessa risastóru Talandum að Maggi sé eitthvað saman svona Já, Maggi, ég er að hætta. og við fórum í þessa risastóru skrítnu útgáfu, svona bleika útgáfu af kringlunni. Það er svo fullt af þessum svona, hvað ætti ég að segja? Þetta var í alltaf í einhverjum sérstökum eitthvað stíl, eitthvað svona barnabókastíl eitthvað. Já, með svona Halldór. Svona barnabóka Halldór, þið veitir, stíklinn. Og það var eitthvað svona þannig, fullt af einhverju svona skrautlegu fólki. Og við vorum eitthvað hlaup út af einhver ástæðu. Og þá voru allt þetta fólk eitthvað við erum í alveg vond út af einhver ástæðu, náið þeim. Og það var eitthvað fullt af einhverju fínu fólki og ljótir kettir og eitthvað að elda okkur eitthvað. Afsakið, en þetta er ekki það skrítin draumur. Ok, sko, mér finnst draumarnir hjá mér vera mjög temmilegir með það sem ég hef heyrt frá öðrum, út af því að ég fæ bara svona fixi mitt af litum og svona ímyndunarafli á daginn. Svo ég fæ svona temmilega drauma í samanburði við suma. Ég er ekki á LSD, skilur þegar ég er með draumar. Býtu afsakið, Mattías, hvað er skrítin draumur í þínum heila? Allt litur, sko, ógeðslega mikið skrítið. Nei, það er mikið súrrealískara. Já, eiginlega. Þannig að þegar ég ímynda mér, þá er ég í rými, ég er liggjandi Hvað var þetta, Álfur? og mér líður sem ég sé liggjandi í lyftu, en þetta er síst
marglitar rými. Þetta er svona tæta í veggi sem að hreyfast. Já. Og minna að byrja að sveima. Og svo límur þessi kúlu sem að snúast við. Þetta er ekkert umhverfið, þetta er eiginlega bara eins og ég sé inn í það kúlu bara. Sem bara svona... Já, pínu eins og draumurinn þar sem maður er að detta inn í holu endalaust. Bara hérna þetta... Sem ég vakna alltaf við þegar ég fæ bara... Hvað, þið snátt að fá martraði? Þetta er ekki martröð, þetta er bara þessi draumur að þú bara dettur hann í... Þessi þú ert að fara að detta og heldur þessi ert að fara að deyja. Síðan bara vaknar í rúminu. Heyrðu, mér líka við þennan bara ekki... Draumar. Já, hvað drauma hafið þið fengið? Sko, þið vitið með tvíhöfða hvernig þið er eitthvað svona, ok, komið með eitthvað dæmi til þess að tala. Tónlist, svona. Já. Við höfum bara drauma í þessu þetta. Já, sko, draumar eru skrýtnir. Sko, draumar. Svona, hvað er heilin að gera við okkur? Draumur sem ég færi rosalega oft og menn ég að reyna að sofna í það. Það er byggt draumur þá, mér er bara hugsun. Alveg hvítt rými. Það er hvítt gólf, hvítir veggir, hvítt loft. Maður sér ekki hvar gólfið byrjar, hvar gólfið endar og svo er horn. Ég sé einhvern koma hérna út. Eins og nú er þetta skopin, eða svona Halldór að teikna úlf, eða úlfur teiknar af Halldóri og hann segir Matthías. Hei Matthías. Hei Matthías. Fyrst ég held ég að tala um þetta dýrið úlfur en núna fatta ég að þetta er ég. Ok, sko, ég fæ líka verið þessi stelpa í bekknum sem er skotin í mig fyrir einhverja ástæði sem... Ertu að tala um að... Ertu að tala um stóra S-ið? Nei, stóra E-ið. Stóra E-ið. Já, hún er Nei, hinn, er það ekki hinn? Nei, þetta er hún. Það er báður skotnar í mér. Já. Ég er ekki nú alveg viss það. Úlfur, þið spurðu mig virkilega, erum við sætar? Og þeir hafa núna númer mitt. Og þeir hafa líka spurt mig og eitthvað. Já, þeir hafa ekki spurt mig þetta beint en það er bara svona implæjaða mjög mikið. Hvort ég vildi leika. Já, Úlfur, hvernig var það? Ég fór í einu sinni í sannleika kontor með þeim og stóra E-inu. Já, en sko... Rauðaranum. Sko, spyrja... Þeir að spyrja mig eitthvað hvort ég vilja hitta þér eftir skóla og gera eitthvað, þið veitir hlut. Talandi drauma samt. Ég fæ draum alltaf hérna þegar ég er að reyna að sofna. Ég er að hlaupa mig frumskógi, eitthvað að elda mig, ég sé það aldrei. Síðan hleyp ég bara og ég kemur svona endanum á hérna kletti. Og ég dætt síðan bara niður og ég dætt niður. Hvað heitir alltaf þessu leikur, eitthvað jungle ekki alveg. Já, þetta er ekki svo það. Ég er bara í frumskógi, ég er með svona eitthvað svipu. Nema allt í einu þá dætt ég bara af þessu og ég bara vakna. Yfir þá er bara klukkan eitthvað bara kortir eftir að ég fór að sofna. Það er svona venjulegur draumur ef ég heilt að því maður segja, ég hleypi eitthvað og svo dettur maður. Ef maður dettar þá er maður vakna, en í þessu þá í drauminu mín þar sem ég er inn í kúlu þá lífum ekki sem ég sé detta með eins og kúlun sé að snúast og ég er bara fastur við bara einn stað á kúlunni. Já, ég skil, martradraumar eru mjög súrrealískir. Já, ég veit ekki hvort þessi tengist eitthvað ég get ekki ímyndað mér myndir í heilanum. Einu sinni dreymdi ég mér oatmeal jumpscare og ég vaknaði. Já. Nei, sko, það stóð svona oatmeal jumpscare og svona. Þegar ég hugsa martraðir, þá kemur Úlfur er allt í lagi. Mamma kemur inn, Úlfur er allt í lagi. Ertu að runga þér? Já, en Arnmundur, hvað varstu að reyna að segja? Já, sko, þegar ég hugsa martraðir, þá fæ ég heilan martraðir sem ég dreymdi sem 2013 kannski. Þetta var svona martraðir, þannig ég var eitthvað svona niður í bæ. Vegna þess að fyrir þá sem þekki ég mér ekki. Þá fannst mér jólavættirna niður í bænum mjög skemmtilegar og ég elska þessar helvitis jólavættir. Ég elska það líka. Ég elska það ennþá. Já, ég er aðeins búin að missa áhuga. Það er lítið út eins og Pixar. Ég gerði vídeo jólin 2018-19 og ég tóku upp allar og setti í netið. Ég gerði ekki fyrir það. Ég elska það. Ég brandi ekki. Það voru líka sömu jólavættir, það voru engin ný. Jú, það var þarna sóttólur. Ó, var það alveg? Já. Ég var búin að gleyma húnum. Ég man bara eftir þessu þarna næst í hana kattarvar. Ég fekk martröð þá sem ég var ekki niður í bæ. Þessu ég búin að ræna að setja hann í bíl. Sko, það lifnaði eitthvað við. Það fór af vegnum og var að elta mig. Og hann byrjaði að elta mig og hann ætlaði að fara að drepa mig. Síðan vaknaði ég bara og þetta er bara eitthvað hugsun sem bara hefur bara
sem hefur bara verið bara Þegar ég hugsa þetta svona einu sinni á viku Það var ein merki sem ég fekk oft þegar ég var svona, ég ætla að segja 6-7 ára eiginlega. Það er gamla Honda CR-Waffen minn, þetta er svona jepplingur, það er svona silfurlitur. Og það er stór flöt, það er bara alveg flatt og steinsteipa. Svo allt í einu kemur svona 70 cm hár, þetta kemur svona 70 cm upp, það er bara alveg beint, bara þannig. Og svo heldur þetta áfram bara 70 cm hæra. Og býtu, svo kemur þetta inn, svo er þetta stíjarnu upp, líkur steinsteipu. Og þetta er bara svona, ótrúlega langt yfir. Handar mín að keyra á neðri bútanum. Og svo í bakgrunni risastór steinsteipu tannhjól. Og mörg þannig í bakgrunni, það risastór, bara svona á stærð. Þau voru að fara að kremja bílinn. Nei. Svo var eitt þeirri sem var alveg að fara að kremja bílinn, það var eitt sem er að rúlla svona að okkur, öll hinn bara í bakgrunnum og þetta er á stærði bara svona borgartónstörnir sem þeirra. Það er risastór. Og svo erum við að keyra og svo dettur úr bílnum. Ég dettur úr bílnum. Og vaknar þá? Nei. Ég dettur úr bílnum, bara á jörðina og ég hleyp, fer aftur í bílinn og bílinn gefur í. Og það er allir draumurinn, svo er þetta farið. Og þetta var svona, aftur, margar nætur, mörg ár var þetta svona. Ok, ég ætla að segja ykkur frá Og þetta var ekki því frá það sem ég sá. Þetta er ekki það sem ég sá, þetta var því, það var langt í burtu. Maður sá bílinn eiginlega bara svona, maður sá bara bílinn að keyra. Maður sá mig ekki fyrir en ég datt úr bílnum. Eitt með þig, Mattías, ég þóra að veðja að þú fékkst draum svona 3 og 2 eitthvað svona. Það sem ég var svona cirka sama aldri og þú var að koma út úr svona Lamborghini svona ógeðslega massar eitthvað. Haha, Mattías, ég ætla að putta þig og hleypur svona mótið og svona ég draf Guðjón Samúelsson. Matti, var svona ekki Úlfur fyrir þér svona eins og Björgvin Frans? Þú hattar jafn mikið á Björgvin Frans. Hann var svona Björgvin fyrir þér. Hann er eiginlega Björgvin. Hann er Björgvin, já, þú hlýtur að hata hann. Ég sá það í dag. Sjáðu ströggin. Já, þú hlýtur að hata hann því að senda. Ég hata hann. Ok, já. Matti séur aldrei líka við hann. Ok, ég er líka með eina martröð sem ég fekk einu sinni. Ég held að hafa verið þegar ég var í 5. bekk sem ég fekk hana. Það sem ég var með Armundi að hlaupa niður Háteigsveginn heim til mín. Það gerðist ekkert fyrr, ég myndi ekkert hvað gerast fyrst. En ég myndi bara inn í draumnum að frænkans Armundar var morðingi og var nýlega búin að drepa pappa hans Armundar og mömmu hans og við vorum bara að hlaupa heim til mín og í mjög miklu stressi. Já, þú veist Armundur og mér finnst þetta að vera mjög Armundur. Og já, himinnur var rauður eins og í draumnum á Úlf. Armundur, með spurningu, má ég kalla pappa þinn Sigga? Helst ekki. Ég var Kalla hann Kvata, hann kalla á það. Ég var að muna eftir einum draumi sem ég hafði einu sinni. Ég var svona sofandi í rúminu mínu. Ég veit í alvörun ekki hvort að það var draumur sko. En ég svona vaknaði, held ég, og ég sá svona við dyragættina að það var bara ljós og svo var bara pabbi minn á nærbuxunum bara standandi. Spurði hann út í Ég var bara svona, pabbi? Og svo bara einhvern veginn lappaði ég á honum Úlfur, þetta var og ekki draumur. knúsaði hann og hann var bara standandi Úlfur, þarna. þetta var ekki draumur að ég sko. Þetta var eins og eitthvað sem pappi þinn myndi gera. Ég held ég veit hvað pappiðinn hefur sagt. Ég veit ennþá ekki hvort þetta var draumur eða ekki sko. Svo bara slá. Nú er ég farin að hugsa út í þetta sko. Já, en Ég var að spyrja pappa minn, varst þú einu sinni á narjónum við dyragættinu bara horfandi á Var mig þetta fyrir Bjössi í gamla húsinu eða Það var nýja húsinu? literally í gamla húsinu. Já. Það var literally svona. ég fór bara einu sinni í gamla húsinu Úlfs. Ég var aldrei. Ég var svona 2000 sinnum. Nei. Ó, já, þetta. Ok, ég held að við ættum að fara í liðina núna. Eina skipti sem ég fór í alveg til Úlfs, það var í ég og kynlífspartí. Arnmundur. Nei, ég og Arnmundur, við vorum við höfum farið eitthvað, gera eitthvað, ég held að þetta var, Arnmundur hafi verið boðið í eitthvað og hann var að fá far heim með mér og og svo var og ég og Arnmundur, hann var að fara að leika við Úlf eftir þetta og þá sagði Arna og hann var skuttlega heim til Úlfs og ég spurði, heyrðu, hvað er Arnmundur bara búin að flytja? Og það sagði pabbi minn, nei, Úlfur býr hérna
Og þetta er það tíminn sem ég hataði Úlf, þannig að Já, bíddu. Þú eftir eitthvað Ok, heyrðu, eigum við ekki að fara í liðið? Nei, býtu Hvað? Það eru tveir hlutir sem ég langar að tala um. Arnaldur, manstu þegar við vorum að koma inn til mín og ég sagði, Arnaldur, eigum við ekki að horfa á Millions og svo, nei, og fórst bara. Nei, ég var ekki Ég var svona, eigum við að horfa á Millions myndir, Arnaldur, og svo, nei, og fórst bara heim. Og það er bara, og ég er svona, Ok, það er svo rosalega armyndslegt að gera það. Og þetta er mjög Já. þú veist í alvörunni svona, nei, bara fórst heim. Já, heyrðu, bara Það gjörður á Millions Og því að ég elskaði þá mynd þegar ég leiti. Heyrðu, ég var að hugsa hvort þetta með að taka eitt auglýsingaleiland sem við höfum að hafa. Auðvitað Við höfum ekki tími þá Það er mjög lítið eftir kompani Við höfum 5 mínútur til þess að klára þáttir. Nei, ég held að við höfum ekki tími En þarna, Erum við þá bara að fara að enda þáttir núna? Getur ekki bara tekið stuttuglýsingalið? Jú, Ég finnst eiginlega auglýsingalega ekki mjög Ok, við ekki taka eitt í viðbót og gá hvernig þetta gengur. Ok, á ég að fara út? Nei, þú gerð síðast, maður ekki? Auglýsingaleiland? Já, Man ekki eftir því. Tom Cruise garðurinn. Nei, það var ekki síðast. Jú. Aha. nei, ég gerði síðast og ég var með besta. Ég var þarna, ég beipari og der. Já. Má ég Já, ekki það var fara út síðast. til að fá svona annan Ég bara chance? 5 röð og síðast, eða? Við erum örgulega ekki að fara að gera þetta oft Nei, aftur. mér finnst þetta eiginlega ekki vera mjög skemmtilega liður Ég held Já, að já. ég ekki gera það Já, ég er ekki heldur í stöðu til þess að gera auðlýsingar. Ok, ef við ekki bara enda þáttin þá? Eða spila lag Nei, kannski? við getum alveg Hvað með jólalag? Nei, líka ein spurning sko, Úlfur, út af við erum að tala um að byrja með svona auka þetta karlakonuna, ekki? Að Ha? það byrja, já, manns ekki, eitthvað svona kostningaþáttur og eitthvað Við töluðum aldrei um það. Jú. Svona auka þætti, þetta er ekki venjuleg þáttur, þetta er svona Og ég auka kemur ekki þáttur stæða fyrir þáttinu vikur. Þetta er bara svona eitthvað auka þáttur á karlakonu sem er eitthvað fyrst þetta eitthvað Og af hverju byrjar þú ekki með auka þátt þar sem að þú, Snorri, Bjarni og Björn að spjalla saman Ekki Ívar, hann alltaf í Norri Nei, við höfum það bara á FaceTime bara. Já, af hverju gerir það ekki? Það er ekki góð, ég held að fólk myndi alveg vilja hlusta á það Jú. Það er líka eitt annað, þarf myndi þið fara í svona tilfinningarunga þátt Hvað tilfinningan er okkar þá? Tilfinningarung þátt Ég er forvitin. Hvað er Það það? er svona Sölvi Tryggvason Aldrei heilt þetta 24/7 Þetta er svona þættir þar sem að Maður er bara að runga sér og Nei, þetta skeppa. er svona tilfinningar Það er svona, þeir eru svona Já. opni ykkur Nei, Þú og babba þinn, já. það er ekki verið að runga þér í alveg Þetta er bara svona sem þú kemur Magnús, segð þú kemur Og þetta er bara dæmi Ég er ekki að segja þetta gerist í alveg við þig En þú ert að opna þig, ferð til einhvers manns Þú ert bara að opna þig, segja frá Að þú varst þunglindur í æsku Og þetta farið yfir erfiðan tíma Þegar þetta fór mjög líkara í því Segja, ef þú varst einhvern veginn lagður í einelti Myndið þið fara í svona Það sem þið eru að tala innlægni Svona tilfinningar Nei, það er ekki hvað karlakon er. En þarna, Nei, ekki karlakon, þetta er bara eitthvað annað gæi sem bara, hei, viltu koma í tilfinningar um það þið minn? Ég myndi segja nei, held ég. Heyrðu, þú út á götu tilfinningar. Já, það væri erfitt að Það er segja. það mjög margir grín, þetta er mjög vinsalt, því mjög margir grínast þeir eru svona að fara í þetta núna til dags. Núna til takk. Núna til dags. Núna til dags. Heyrðu, manni með Þetta er ekki mjög íslensk framsynning. Ekki, við erum orðin mjög þrýttir og svo bara segir. Það er samt svona, bara út af að við erum bara að drauma á hann. Við dreymdi draumi síðustu viku karlakon. Nú, hvernig var það? Þetta var ekki stór partur, það var eitthvað svona, bara efnahagshrun á Íslandi. Það var bara mjög mikið mótmæli og morð og það voru bara allir á Íslandi í lífsætti. Það var bara allir voru að drepa alla. Við vorum inn að labba, það voru mótmæli fyrir utan, það var að reyna að drepa hvort annað og við vorum að stoppa útsendingu út af mótmælendum og... Þetta er bara mótmæli it's the Simpsons movie all over again. Nei, þetta var miklu alvarlegra. Það er bara mótmæli og það er að drepa allir lífrættum. Við erum bara, já, góðan bara þann daginn öll velkomin í Karlakófa, þátt 94. Já, þetta var þetta er aukars þáttur. En við vorum mjög skilkar samt, við vorum eitthvað, hvað, ég var hætta eða hvað. Ok, Arnmundur, Þetta af var hverju mjög- eru draumarnir þínu með svona spennandi sögur? Ég veit það. Þú veist, Þú verður að skrifa mínir... bækur. Já, Þetta gæti verið sagðar. Ég er með gott minni í ártölum og bara ýmsum nöfnum. En ég er ekki með... Og margra þáttaraða þáttum. Já, en ég er ekki með gott minni með drauma.
Já, menn það eru allir sko Ef ég nei bara Ég held ég sem ágætt Nei, ég held að ef ég myndi skrifa nú allar draumi sem og ég myndi kannski bara ná 10 Djög langar mig að gera Simpsons roleplay núna Og ég man rosalega lítið smáatriðum og ég þekki mjög margar sem var mjög gott Ok, Ármundur, ég ætla að koma með eina spurningu sem kannski ekki mjög áhugaverð en svona þegar ég eftir að vera pirraður svona ég hlusta á það úr Only Place Ok, en það segðu bara Já, ef að þú myndir búa til Simpsons þátt hvernig myndi hann vera? Ég enda með svar við þessu Ég veit það ekki sko En það maður fylgir þjóðuna aðalþitt bróðum minn Hann er að horfa alla Simpsons Og fær mjög mikið hugmyndum af þáttum bara Já, ég skil það sko En ef ég er svona þetta Ég fæ ekki hugmyndi fyrir hvernig þetta er sko Ok, ég er með hugmynd af þetta Hérna, ok, ekki láta svona En hérna Ég vil bara segja ykkur kæru hlustundur að Maggi getur farið mjög djúpt ofan í hugmyndunar sínar Magnús, við erum eftir 4 mínútur cirka Ef við ekki að nýta þetta í eitthvað aðeins betra Og 4 mínútur í kompunni Já, nei bara 4 mínútur eftir Það eru 14 mínútur eftir í kompunni Við þurfum, Maggi, segðu þetta bara 30 sekúndur max Þáttur myndi fókusa á Lísu sem að hjálpa Rodd og Todd að skilja hérna af hverju pabbi þeirra trúi svona mikið á Guð eftir að þeir misheppnast einhverja hugsanir Vá, þetta er frábært Það verður vera svona mjög persónulegur Hvað finnst þið, út af það er um Simpsons og 2 Hvað finnst ykkur það að hún eru overhættjumynd, það er hugmynd hljómar ekki það spennandi Já, alveg svo Zombie Sveinsson Hvað finnst ykkur það er að Family Guy live action mynd Finnst ykkur það hljómar ekki vel Það er hræðileg hugmynd Já, það er vandamynd En, samt Á ég að leika alla fjölskylduna úr Simpsons? Nei Af hverju ekki? Ég er svo góður Ok, ef við ekki bara enda þáttinn Ok, já Karlakofinn er á öllum samfélagsmiðlum Nei Karlakofinn er á öllum samfélagsmiðlum meðal annars Facebook og YouTube og Twitch Bye bye Það er umhverfið lag Hvaða lag var undir? Hvaða lag var undir? Herra Reykja, nei, við höfum eitthvað betra Spilum Og tífúli Nei, eitthvað svona Erum við hugsa það bara eftir Við langar að minna að við erum öllum helstu samfélagsmiðlum Ég sagði það Býtu, nei, þú sagði ekki rétt Við langar að minna að við erum öllum helstu samfélagsmiðlum og hægt er að finna okkur hrækjur að þessum samfélagsmiðlum í lýsingunni. Takk fyrir að horfa, kæru áhorfendur, og hér byrja lagið. Ok, notið þetta lag. Dvel ég í draumahöll og dagana lofa, litlar mísum löndin öll liggja nú og sofa. Sígur róa djúp og dal, dýr til fílu ganga. Engi sofna skjolli skal, með skottið undir vanga. Á ég syngja aftur að bið? Kom og syngið því öll með. Dvel ég í draumahöll og dagana lofa, litlar mísum löndin öll liggja nú og sofa. Sígur róa djúp og dal, dýr til fílu ganga. Einnig sofna skolli skal, með skottið undir vanga. Frábært!